Koltvísýringur er það sama og koltvíoxíð. Þetta er efni sem verður til við allan bruna. Hefur efnaformuna CO2, ein kolefnisfrumeind og 2 súrefnisfrumeindir. Koltvísýringur hann myndast við allan bruna eins og ég sagði og aukið magn koltvísýrings í andrúmsloftinu er að valda gróðurhúsaáhrifum. Þetta er ekki eina lofttegundin sem veldur gróðurhúsaáhrifum en sú sem er að aukast mest. Samt er ekki nema 0,04% af lofthjúpnum koltvíoxíð, en það er samt að hafa þessi áhrif. Á Venusi er 80% af lofthjúpnum koltvísýringur eða koltvíoxíð og þar er 480 stiga hiti að jafnaði, gríðarleg gróðurhúsaáhrif. Koltvísýringur er líka notaður í þurrís. Þá er hann frystur niður 80 gráðu frost, en koltvísýringur bráðnar við -56,6 gráður, við viljum fara aðeins neðar. Og þá er þetta í raun og veru bara frosið loft, því að svo þegar við komum með þetta út í andrúmsloftið þá gufar þetta strax upp, kallað þurrgufun, því þetta stoppar eiginlega ekkert sem vökvi og þá kemur þessi reykur sem við könnumst við af þurrís.